Við erum hérna í kjallaranum í Hallgrímskirkju og hér fer fram eiginlega allt, mikill hluti af safnaðarstarfinu okkar. Þannig að í þessum kjallara erum við með foreldramótna og fermingarfræðslu og TTT, örkina, unglingahópinn okkar og það fer allt fram hér, líka öldrunarstarfið. Síðan þetta margir AA-hópar sem koma líka hingað, þannig að þessi salur er alltaf í notkun. Og svona fjölnota rými, þannig að það er bæði dót og stólar og skjávarpi og hægt að hafa veislur og taka viðtöl og hægt að gera allt hér í þessu rými. Segðu mér aðeins frá þessum mismunandi hópum, ég vissi ekki að það eru svona margir hópar. Segðu mér bara, hverjir er þetta og hvernig hittast og hvað er það að gera? Já. Svona upp og ofan af. Já. Foreldramótnar hittast hérna alla miðvikudaga klukkan 10-12. Það er frekar alþjóðlegur hópur, það er svona blanda helmingurinn Íslendingar og helmingurinn útlendingar og það eru foreldrar með ung börn. Reyndar frá bara nýfæddum og síðan samt alveg upp í kannski svona 3-4 af því að margir sem eru nýjar í Íslandi eru kannski ekki komnir með dagvistun fyrir börnin eða kjósa það ekki en vilja gjarnan koma og leyfa börnunum að leika og hitta aðra krakka og svona. Þar erum við alltaf með söngstund klukkan 11 og stundum fáum við heimsókn. Daginn kom forsetafrúin í heimsókn. Sagði frá svona hvernig hennar upplifun að vera nýr Íslendingur hefði verið og hjúkrunarfræðingar eða eitthvað sem okkur finnst eiga erindi við foreldra ungra barna á Íslandi. Og það er sem allan ársins hring. Við förum aldrei í frí því þannig að það er líka opið á sumrin og ekki minni aðsókn á sumrin þegar allir eru í fríi og þá er yfirleitt bara trúið að 10-12 ára er alltaf kallað TTT hérna hjá okkur og það eru krakkar í 7. bekk. Það er opið fyrir krakka 10-12 ára. Hópurinn okkar eru bara krakkar á 7. bekk. Þau koma hingað í kjallarann í Hallgrímskirkju alla 5. daga og eru hérna svona milli, það heitir að það sé milli korter yfir 2 og 3:30 en það er mjög erfitt að losna við þau. Það er svo gaman að við erum yfirleitt til 4 og þá er bara mikið farið í leiki og unnið svona bara með félagsfærni og samskipti, hafa eitthvað að gera. Það er svona meginregla að það má ekki vera í símanum hérna. Nema við séum í Kahoot eða einhverju sem þurfum að nota síman en annars á þetta að vera bara framlenging á því að þau eigi frið til þess að vera 12 ára krakkar að gera eitthvað skemmtilegt ýmist í einhverju sulli, við erum að búti brjóssykur og slím og eitthvað eða að fara í leiki og það er, maður verður að fá að vera barn sko líka þá maður sé alveg að detta í úlinginn. Já. Hvað er svona margir krakkar cirka að koma? Þau eru svona 15-20 börn sem mæta. Já, það er gaman. Já, mjög gaman. Já, svo er örkin. Hvað er örkin? Örkin er unglingahópurinn okkar hér í Hallgrímskirkju. Það er oft talað um æskulýðsfélag. Unglingarnir skilja ekki endilega orðið æskulýðsfélag, svo ég er henni frekar að tala um unglingahóp. Og það eru krakkar í 8. til 10. bekk sem koma öll þriðjudagskvöld. Og það er opið frá 7:30 til 9:30 og það er líka byggir bara mikið á samveru og leikjum og svo einhverju svona kyrrð og í lokin kyrrðarstund og helgistund. En það er ekki, starfið okkar er svona, það er opið fyrir alla án tillits til hverja trúar þau eru. Þannig að það koma hingað krakkar sem eru í fermingarfræðslunni hjá okkur en líka krakkar sem eru utan þjóðkirkjunnar. Og það eru allir jafn velkomnir í þetta starf hérna hjá okkur. Hvað er að gera? Það sem er vinsælast er að fara í leiki uppi í kirkjunni. Hvernig? Það getur verið svolítið gaman að fá að hreyfa sig í mjög stóru rými, engin annar er þar. Þannig að við förum svolítið mikið í
svona felu eltingaleiki eins og útilegumann eða orustu eða zombie, hljómar þetta ekki allt mjög kirkjulega. Og eða svona einhverja, það er náttúrulega gaman líka að fara í svona feluleiki. Þetta er eins og sardínu í dós sem er öfugur feluleikur. Þannig að einn byrjar á að fela sig og ef maður finnur hann þá þarf maður að tróða sig í sama rými. Þannig að á endanum hverfa allir og það er mjög skemmtilegt hérna í þessari stóru kirkju og þá er jafnvel hægt að hafa sko alla kirkjun undir ef maður vill. Kannski ekki turnin en öll önnur rými. Já, skemmtilegt. Svo það er mjög gaman. Ja. Hópurinn hérna er yfirleitt mjög heimikær. Okay. Og þó að við höfum oft reynt að plana einhver svona vinakvöld með öðrum kirkjum að þá gengur það ekkert, þau eru ekkert alltaf spennt fyrir því. Það gengur vel að bjóða öðrum í heimsókn hingað og það höfum við stundum gert og höfum reynt að sérstaklega eins og við Dómkirkjuna sem er nálægt okkur og svona, það hefur verið mjög gaman. En við viljum, þessi hópur vill ekki fara annað. En við förum þetta á mót. Við höfum farið á febrúarmótið og á landsmót ægiskáþóttn og svona og það er bara mjög skemmtilegt. Já. Gott. Nei. Í sumum er svona leiðtogaskóli og eitt og annað skipulagt. Eru þið eitthvað í svoleiðis dæmi líka? Krakkar frá okkur hafa verið í leiðtogaskólanum. Ekki akkurat núna í ár, en við höfum verið með þá og þau skila sér síðan þá aftur sem leiðtogar. Erum að fá nýja leiðtoga inn núna sem að voru í farskólanum fyrir nokkrum árum. Svo það skila sér tilbaka. Já. Hvernig er dagskráin ykkar núna fram á sumar eða það sem var? Í Örkinni? Já. Örkin ákveður yfirleitt dagskrána bara svona nokkur skipti fram í tíma. Í samráði við úlingana sem að sækja og hvað þau vilja gera. Þannig að þau finnir svolítið að þau taki þátt í og bera ábyrgð á því að það sem að fer fram hérna. Það sem er framundan er Kahoot-kvöld og gistinótt og síðan ætlum við að vera með tilraunaverkefni núna. Við ætlum að prófa að hafa opið í sumar. Þannig að unglingastarfið fari ekki í sumarfrí, heldur sé opið öll þriðjudagskvöld hér áfram. Þó að það verði kannski ekki jafn mikið prógram, maður er ekki alltaf búið að ákveða fyrirfram, heldur það sé bara opið, þau getur komið. Það er náttúrulega alltaf hægt að fara í leiki sem er ákveður á staðnum. Ungleiðtogarnir okkar geta líka síðan hluta af því og þannig við ætlum að prófa það í sumar og erum mjög spennt fyrir því að sjá hvernig það kemur út. Já, spennandi. Já.